Við sjáum hvað ertu að skrifa. En pró. Bara varaði við hann. Þannig að byrjaðu bara. Ok. Bara komið þið sæl og velkomin á þennan morgunfund Matís sem að nefnist mjólkurvörur í nútíð og framtíð. Það sem við erum að bjóða mjólkurframleiðendum og öðrum aðilum sem tengjast geiranum og áhuga fólki til samtals. Eins og Margrét nefndi þá er fundurinn sem sagt tekin upp, þannig að þið vitið af því og verður aðgengilegur ykkur eftir fundin. Ég kannski bara hvet ykkur til þess að mjúta ykkur og jafnvel slökkva á myndavélunum á meðan að kynningarnar eiga sér stað en svo koma svo sterk inn í lokin þegar við förum yfir í umræðurnar. Hérna sjáum við sem sagt dagskrána og sem sagt við ætlum að taka spurningar og athugasemdir í lokin í umræðuþættinum, þannig að munið þið bara þegar ykkur dettur eitthvað í hug, skrifið þið hjá okkur eða setið það inn í athugasemdarásina sem er talblaðran efst á forritinu og svo tökum við það fyrir í lokin. En þetta er sem sagt dagskrá fundarins. Við byrjum á því að heyra í henni Margréti, segja okkur aðeins Matís, hvað er Matís? Síðan tekur hún Ásta Heiðrún við og talar þörunga og mjólk. Og svo er það Viggó Þór sem tekur fyrir skyrgerla og hvernig hægt er að nota þá. Og svo heyrum við inn í Dominík, þar sem hún talar ógerilsneyta osta og smáframleiðendur. Og í lokin er það Þóra sem ætlar aðeins að tala þá þjónustu sem að Matís veitir. Og svo er það umræðurnar. Þannig að ég bara set boltan yfir til þín, Margrét. Gjör svo vel. Já, það er fyrir, ég ætla að byrja að sýna ykkur að við höfum verið með aðra áherslufundi í gangi á Matís. Við erum núna að ræða mjólkurvörurnar og á morgun eru 2 áherslufundir líftækni og lífefni klukkan 9 og svo sprotar og vöruþróun. Upptökur af öllum öðrum fundir sem hafa verið í gangi er hægt að nálgast bæði á heimasíðunni okkar og á Facebook síðunni og þar finnið þið líka linka inn á þessa 2 fundi sem að verða á morgun ef þið hafið áhuga að fylgjast með þeim. En sem sagt alltaf hægt að skoða upptökur síðar. Ég ætlaði bara svona snögglega að renna í gegnum hvað Matís er. Gerir kannski ráð fyrir því að mörg ykkar vita það. Við vildum bara svona fara fljótt yfir það að Matís er þekkingar- og vísindafyrirtæki í eigu hins opinbera sem byggir á sterkum rannsóknarinnviðum og samstarfi. Grunnstoðirnar hjá Matís eru rannsóknar- og nýsköpunarverkefni þar sem við sækjum styrki í samkeppnissjóði. Síðan erum við með þjónustumælingar, einnig sjáum öryggis- og forgangsþjónustu og erum tilvísunarrannsóknarstofa og svo höfum við einnig starfað á sviði ráðgjafa, menntun, fræðslu og erum með matarsmiðju hjá okkur. Og menntunin er einmitt mjög stór hlutur og fræðsla í okkar starfi. Matís er staðsett út allt land. Við erum 100 starfsmenn með mjög fjölbreytta menntun og þekkingu og reynslu. Og við höfum mjög fjölbreyttar áherslur, allt frá umhverfinu, fylgjast með umhverfinu þar sem að hráefnin okkar koma og alla leið yfir í sölu og vörum og neytendarannsóknir. Velta Matís árið 2020 má sjá hér og eins og þið sjáu þá kemur 4/4 þeirra tekna úr sjálfsaflafé aðalega í gegnum samkeppnissjóði en einnig í tengslum við þjónustumælingar og ráðgjöf. Við erum í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir allt land og líka út allan heim og getur oft verið góð hugmynd ef fólk hefur áhuga á því að vera í samstarfi við ákveðnar rannsóknarstofnanir eða fyrirtæki að hafa samband við okkur. Við einnig vinnum, erum í samstarfsaðili rannsóknarverkefnum út allt land, enda stór hluti af matvælaframleiðslu fer fram
allstaðar á landinu, í kringum landið. Við höfum nýlega komið með nýja heimasíðu og vonandi núna geta allir fundið fljótt og vel það sem þeir leita að. Og inn á heimasíðun okkar þá getið þið líka skráð ykkur á lista svo þið fáið fréttabréfið og fá þá að fylgjast með hvað í gangi hjá okkur. Skýrslu Matís hægt að finna á netinu og fyrir alla þá sem hafa gaman að því að kynna sér lykiltölur þá geta legið í því, en þarna líka hægt að fá dæmi rannsóknarverkefni sem við höfum verið að vinna að það verkefni. Þannig að þetta mjög góður grunnur til að kynna sér hvað við erum að gera. Nú nýlega þá erum við komið hlaðvarp eins og allir aðrir og okkar hlaðvarp er þetta æðislega skemmtilegt og það hægt að nálgast það inn á hlöðunni, hlaðvarpsvettvangi Bændablaðsins sem á heimasíðunni okkar og líka erum við með YouTube-rás og svo inn á streymisveitum, öllum betri streymisveitum getur við hægt Spotify og fleiri stöðum. Endilega kynna ykkur þar, mjög áhugavert. Þetta var það eina sem ég ætlaði að fara yfir núna, svo ég takka fyrir mig og sendi boltan til þín Bryndís upp á höfuðstöðu Matís. Kærar þakkir, Margrét. Þá næst hún Ásta Heiðrún sem ætlar að tala um mjólk og þörunga og það rannsóknir sem hafa verið í gangi. Gjörðu svo vel, Ásta. Takk fyrir það. Deila með ykkur saman, takk fyrir það. Bjóðu mér á þennan fund. Ég ætla sem sagt að væra hérna þetta. Nú er ég bara í þess. Ég prófaði hérna áðan og var mjög smúð og svo auðvitað þegar ég ætla að gera þetta hér. Það er þetta allt vitleysið. Gjörðu svo vel, er þetta ekki sýnilegt núna? Þetta er fullkomið svona. Fullkomið, það er að gera betra. Ég sem sagt systir lýðheilsa og matvælaöryggi svo hef komið að einhverjum verkefnum sem tengjast þörungum og mjólk. Og svona til að fara stuttlega yfir af hverju erum við að spá í þörungum og mjólk og það er oft verið töluvert áhugi á þörungum sem hluta fóðri, þeir eru ríkir á lífvirkum efnum og steinefnum, þeir eru mjög jóðuríkir og það hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á ýmis jákvæð áhrif, til dæmis á mjólkurframleiðslu og jafnvel til að leiða betri heilsu kúa. Það sem við kannski drif vissan rannsóknir áhuga undanfarin ár er að það voru rannsóknir erlendis meðal annars sem sýndu mikil áhrif vissra þörunga á metanframleiðslu. Þetta var bara það var alveg umvitnar af fréttunum þetta og auðvitað vísindafréttar. Þannig að það hefur verið umtalsverður áhugi á þörungum. Mikið af þessum rannsóknum sem ég talaði áðan núna er vissur rauðþörungur en það er vaknings áhugi eru aðrir þörungar sem hafa líka áhrif á. Það áhrif það getur við mögulegt á mjólk. Við á Matís sem verið komið að nokkrum verkefnum, meðal annars vorum við verkefni fangs og fóð mjólkukýr sem var hérlendis hér á Íslandi og svo nokkur verkefni sem voru fóðurtilraunir sem voru erlendis. Við ætlum að fara aðeins yfir þessar rannsóknir stuttlega þeim verkefnum. Fyrsta verkefni sem við fórum í, fangverkefnið, var styrkt af framleiðnisjóði og þetta var framkvæmt á stóra áramóti með mjólkurkúr og þeim var skipt í nokkra hópa og fengum mismunandi blöndu af þörungum. Og það sem við sáum í þessari rannsókn var að við sáum engin sérstök áhrif á nyt og grunnsamsetningu mjólkur fyrir utan minniháttar minnkun á prótín og kasinni. En svona helsta markverðasta niðurstaðan úr þessari rannsókn var að það er að fara varlega í fóðurgjöfum mjög jóðuríkum þörungum. Jóðmagnið hækkaði umtalsvert í mjólkinni og lítillega arsen líka og aðrir kopar og selan minnkuðu lítillega. En í rauninni svona
Eina breytingin sem hefði getað haft einhver marktæk áhrif á neytendur var aukið jóðmagn í mjólk. Svolítið svona í framhaldi af þessu verkefni fórum við síðan í annað Evrópuverkefni, stærra verkefni, þar sem að voru framkvæmdar fóðutilraunir í Bretlandi og Finnlandi. Verkefni skoðaði annars vegar fyrst mjólk til að sjá hvort það var einhver munur á málmum og steinefnum í mjólk úr lífrænni, samanborið við kalla hér hefðbundna mjólk, og nýbúin að birta grein úr þessari rannsókn og í rauninni hafði ekki mikið, það er svona kannski eitt helst að segja þegar við erum að ræða jóði hérna, að það var aðeins lægra í lífrænni mjólk yfir sumarmánuðina en í rauninni var frekar lítill munur á jóðmagni í lífrænni og hefðbundinni mjólk, en það er svona ein rannsóknarspurning sem var velt upp í þessari rannsókn. Það sem við gerðum einnig í þessari rannsókn var að jóðríkir brúnþörungar voru gefnir í litlu magni bæði í Bretlandi og Finnlandi og niðurstöðurnar voru síðan skoðaðar hvað áhrif það hafði á mjólkina. Og samanborið við fyrri rannsókn sýndi þessi einnig líka yfirskriftin á verkefninu að vissulega með því að gefa þörunga var hækkað jóðmagn mjólkur án þess að hafa nein önnur neikvæð áhrif og nýtið aðra þætti efnasamsetningar. Og jóðstyrkurinn hækkaði fjórum hærra í mjólkinni miðað við samanburðarhóp í þeim hópum sem fengu brúnþörunga. Þannig að þessar rannsóknir sýna það má vel nýta þörunga til að auka jóðmagn í mjólk. En það þarf að fara varlega í magni sem er gefið eða hve hár styrkurinn er í þörungunum sem eru gefnir. Það þarf að hafa það vel í huga á lagt fyrir stað. Það sem við höfum einnig gert var sem annað verkefni þar sem við vorum að skoða áhrif þörunga í fóðri á metanlosun sem er stór spurning þessa dagana. Og það sem við gerðum í rauninni var við skoðum fjölda þörunga á rannsóknarstofum til að sjá hvort við getum fundið þörunga sem væri vænlegir til að geta minnkað metan. Það sem við sáum að þegar við skoðum 15 mismunandi þörunga er að það er ekkert að nota hvaða þörunga sem er. Margir þeirra sýndu engin sérstök áhrif, en það við fundum nokkrum þörunga sem minnkuðu metanframleiðslu í tilraunaglusum, en þetta var þó svona hóflegri minnkun en það sem var til dæmis birt í öðrum greinum vísindaritinu þessum fréttum sem ég setti áðan, að þar var hægt að minnka metanframleiðslu alltaf 80%, en við sáum hóflegri minnkun svona kannski 20–30% í tilraunaglusum. En við eins og fórum áfram með þetta og skoðum þá þörunga sem komu best út. Við skoðum blanda af brúnþörungum annars vegar og hins vegar blanda af brúnþörungum með þessum rauðþörungi sem hefur verið sýnt að geta minnkað metan. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það var ekki marktæk minnkun á metani með brúnþörungablöndinni, þannig að þegar þessi blanda var gefin kúf, þó hún hafi sýnt minnkun á metani í tilraunaglusum, þá endurspeglaðist það ekki þegar þetta var gefið kúm í hvorki mjólkum né nautum. Hins vegar sáum við minniháttar minnkun á metanframleiðslu í mjólkum með brúnþörungablöndu ásamt þessum rauðþörungi. Það hins vegar var ekki í nautgripunum fyrir kjötframleiðslu, þannig að það sá þörungur hefur því vissulega getuna til að minnka metan, en við þurftum að gefa mjög lítið magn á honum af því að hann var mjög jóðríkur, eins og ég sagði áðan, það þarf að fara mjög varlega í hve mikið má gefa mjög jóðríkum þörungum. Þannig að þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur og er vissulega áhugavert, en
það allavega niðurstaðan sú að það ekkert að henda bara einhverjum þörungum í fóðrið og þá bara ekkert metan lengur. Til að minnast líka á, við skoðum þetta innihaldið frá þessum dýrum, annars vegar skoðum við mjólk og kjöt. Og samanborið við fyrir rannsóknir þá sáum við aukið jóð í bæði mjólk og kjötinu, sem helstu niðurstöður. Og það var líka framkvæmt skynmat á mjólkinni og kjötinu, afurðunum frá dýrunum sem átu þetta þá. Og það sem við sáum var að það var engin sérstakur munur á kjötinu, öllum fannst það bara mjög gott en þeir gátu ekki greint á milli hvað dýr hefðu étið þörunga versus ekki þörunga. Hins vegar var hægt að greina smá mun á bragði í blémjólk og smjöri. Bæði neytendur gátu fundið bragðnum og skynmatshópur en þeim fannst þetta sem bara gott. Það var ekki munur á hvort þeim líkaði varan eða ekki. Þannig að þetta hafði ekki neikvæð áhrif. Þörungagjöfin hafði ekki neikvæð áhrif á frjóvgun. Og síðan erum við að klára eitt verkefni sem styrst á Loftslagssjóði, sem við ákveðum að skoða fleiri þörungar til að sjá hvort að við getum fundið einhverja aðra þörungar sem eru gríðarlega spennandi að finna, eitthvað svona. Fyrst að þeir þörungar sem þeim áður séð voru ekki sýnt fram á virkni til að minnka metan að miklu leyti. Og við erum að klára þessa rannsókn sem ég sagði. Við erum búin að skima umtalsverðan fjölda þörungum og svona í þessum niðurstöðu sem við erum nú þegar virðist standa til að við erum ekki búin að finna neitt nýjan aftaka rauðþörungsins. Það ekki þörungar sem við erum búin að finna sem sína í tilraunaglösum eða hafa þau efni sem eru líkleg til að minnka metan verulega. Þannig að þetta hefur verið svona helstu niðurstöður og ég opið fyrir spurningum aftur í umræðu. Takk fyrir. Kærar þakkir, Ásta. Þetta svona einmitt gott dæmi það hvernig bara vísindin eru. Það eru 99 öngstræti áður en maður finnur út úr þessu. Þannig að þú ert bara svona að gefa dæmi það hvernig þetta gengur allt saman fyrir sig og mjög áhugavert af því að þörungar eru náttúrulega vannýtt auðlind á Íslandi að reyna að finna góð not fyrir þá. Næstur hann Viggó Þór Marteinsson sem ætlar að tala skyrgerla. Gjörðu svo vel, Viggó. Takk, sérðu glæruna? Glæruna? Ég sé ekki þig ef þú vilt vera í mynd. Ég nú í mynd? Nei, ok. Sérðu mig núna? Séðu núna, takk. Takk. Já, góðan daginn. Ég ætla að tala gerla og skyri og notkun þeirra en fyrst langar með að nefna kannski að því að Ásta hluti svo fínt erindi sérstaklega varðandi minnkun á metan úr kúm. En þetta kúin alveg ótrúlega flott skepna. Hún bara gangandi ræktunartankur sem breytir einhverju sem erfitt undir tönn og í afurðir, mjólk og kjöt. Og þetta ræktunartankur þar sem óhemju mikið magn af bakteríum. Og það eru bakteríum, svokallaðar metanmyndandi bakteríur sem breyta vetni og CO2 í metan. Og þetta eru svokallaðar formbakteríur. Þetta var smá útúrsnúningur. En ég ætla að tala gerla í skyri og fyrst ætla ég að tala við erum með mæliþjónustu hér fyrir mjólkurvörur á Matís. Við erum með faggildar aðferðir og hérna eru nokkrar upptalningar á þeim aðferðum sem við gerum. En við hefum líka mismunandi stofna sem við hefum einangrað gegnum tíðina úr skyri sem framleitt var á nokkrum bæjum hér á landi og við höfum ekki skoðað vinnslueiginleika þessara stofna með því að nota þá. En einu leyti mjög lítið, en ég ætla að segja frá tveimur litlum verkefnum, annað mjög lítið og hitt stærra, þar sem við höfum verið að nota stofnana til að framleiða alkóhól. Það var annars vegar
spíra og svo til bjórframleiðslu. Og þetta litla verkefni, þetta minna verkefni sem var styrkt af Framleiðnisjóði landbúnaðarins og enn reyndar í gangi. Og þetta svona lítið verkefni samstarf milli Matís og Ölgerðarnar. Og það sem við erum að nota stofn sem var einangraður úr skýri, Saccharomyces cerevisiae, sem þeir þekki vel, sem svona bjórgerðarstofn. En það sem gerir þennan stofn sérstakann að hann kemur úr skýri og þess vegna öðruvísi en aðrir Saccharomyces cerevisiae, gefur ákveðið svona bragð. Og við tókum nokkra stofna og vorum að gera tilraunir að skoða framleiðslu á bjór. Og það einn bjór einn stofn sem lofa mjög góðu, sem við valið, til þess að framleiða í einhverju magni. Og það núna akkurat í þessu tölumorðum verið að vinna að því. En þessi stofn sérstaklega góður, það að segja það sem skiptir máli náttúrulega mjög gott bragð af honum og skynmætti kom vel út. En hann umbreytir viftinu eða ætinu í etanól, nánast alveg. Svona línur sem sýnir hvernig þetta fram. Þannig að við erum með maltósa og glúkósa sem eru notað ásamt galaktósa sem í þessu vifti og breytir því yfir í etanól að mestu leyti. Annað verkefni, það sem var styrkt af Tækniþróunarsjóðs Rannís, sem nú reynda kláraðist fyrir 2 árum, 2019. Og þetta var samstarfsverkefni milli Matís, MS, Háskólans á Akureyri og svo kom Einverkdistilleri seinna inn í þetta verkefni. En markmið með þessu verkefni var að breyta mysu, sem að mestu leyti úrgangur frá skyr- og ostaframleiðslu og framleiða alkóhól henni. Það mikil framleiðsla af mysu á dag sem fellur til og þetta þessu mestu leyti hent. Enn sem komið ég veit ekki, kannski það eitthvað að gerast fyrir norðan í Skagafirði, ég veit ekki hvernig gengur með það. En þetta náttúrulega umhverfislega mjög óhagkvæmt og við erum að gera breyta þessu í afurð og líka leið verið vænlegt fyrir umhverfið. En mysa full af laktósa sem nú ekki svo þægilegt að gerja. Því að venjulega bara notaður glúkósi eða sykur notaður og þá notaður Saccharomyces cerevisiae eins og ég var að sýna ykkur stofninn sem býr til bjórinn áðan. En nú kemur akkurat bergmál. Já. En laktósi sykra sem í mysunni sem ekkert að gerjast, sem gerjast ekki með Saccharomyces. En nema mjög litlu leyti, en það aðra tegundir sem geta gert það. Og við vorum að leita góðum geri til að gera þetta, að breyta laktósi í alkóhól. Og við prófum mismunandi stofna sem voru einangraðir úr skýri og meðal annars prófum líka stofna sem hægt að fá úr stofnasöfnum. Og við vorum með einn stofn, Chloromyces maxianus gerstofn. En hann kom úr skýri og hann kom best út fyrir þessa gerjun og meira til, hann gat gerjað á háu og lágu pH-i. Þannig að skýri til dæmis fyrir lægra pH, þetta er ostamissa og þannig að hann virkar á báðum tilfellum. Og hérna svona línurið sem sýnir þennan ákveðum stofn og það var þróað ræktun á honum í stórum skala. Og þeir sjáu hér að laktósin fer mjög hratt niður og etanólframleiðslan að sama skapi, þannig að hann umbreytir laktósa yfir etanól og hérna svona vaxtarlínrit af þessum stofni. Og okkur tókst að setja þetta byrjuðum í litlu magni, það kannski hálfs lítra rækt og svo fórum við í svona fermentor sem svo 10 lítra rækt og svo
stækkuð, fórum allt upp undir 1500 lítra rækt, þess að við notum aðstöðu MS á Akureyri til að gera það. Og frá þessu var sem sagt tekin afurðin og etanólið eimað og það kom best að eimverk notaði þrepaeiningu við að framleiða mismunandi prósentu af etanóli sem var mjög bragðgóð og skilmati sýndi mjög flotta afurð og mjög sérstöku bragði. Takk. Kærar þakkir, Viggo. Þú kannski tekur niður kynning. Svona. Þetta mjög spennandi. Umbreyta með Isu í Vín. Þetta ekki komið? Jú, þetta komið. Bara kærar þakkir aftur. Næst þá hún Dominique sem ætlar að tala ógerilsneydda osta og smáframleiðendur. Sem sem sagt formaður Slow Food samtakanna á Norðurlöndum. Gjörðu svo vel, Dominique. Takk fyrir. Ég ætla kannski fyrst að segja, ekki sem afsökun, heldur sem útskýring, að ég ekki vísindamaður og ég að horfa á þetta málefni sem mál sem þarf að taka aðeins út fyrir staðlaðan kassa, en það byggist allt á þeim góðum vísindamönnum sem hafa rannsakað þetta og það sem sagt hvernig væri að kæmu ógerilsneyddir ostar að gagni fyrir smáframleiðendur og ég ekki að tala að breyta allri ostaframleiðslu á Íslandi yfir í ógerilsneydda osta. Svo Þóra, ef þú tekur næsta glæru. Það kannski líka að byrja á því að fara í upphaf hlutana, á hverju verið að gerilsneyða. Og það hefur auðvitað gert mjög mikið gagn að öllu leyti bæði heilsufarslega og framleiðslulega, maður segja. Og Pasteur sem fann bakteríurnar, hann var ekki að hugsa mjólkina. Hann var að hugsa vínið, edik, bjór, en það sem það gerðist þegar mjólkin kom inn í söguna þar, það að það leyfði að dreifa bæði mjólk og osta á mikið lengri leiðir og byrja í rauninni það sem liggur til í dag mjólkuriðnaðinn. Og það það sem hefur verið leiðandi alveg frá lok 19. aldar að samt sem áður fór maður að athuga það að við gerilsneyslu sem svo mikil upphitun þá hverfa mörg enzím og margir gerlar og helst allir gerlar sem þarf fyrir ostagerð og það þarf þá að bæta þeim aftur við og þá kemur annar iðnaður í sambandi við þetta. Fæðuöryggið var aðal drifkrafturinn í þessu og í dag við höfum sterkari og strangari hugmyndir fæðuöryggið en við vitum mikið betur. Svo ef þú tökum næsta, Þóra. Við vitum sem sagt að þessir gerlar sem geta verið skaðlegir í hrámjólkinni, þeir fara mjög illa með okkur. Það berglar, það listería, það salmonella, campylobacter og svo framvegis. En það má ekki glemma því heldur að allt það sem hefur verið gert hingað til hefur haft árangur. Síðasta berglartilfellið á Íslandi gegnum mjólk var 1958 og
hugsa ykkur að listerían kemur í dag mikið oftar upp í reyktum fiski heldur en í ostum. Þegar það kemur í ostum þá það auðvitað skaðlegt, en það ekkert verið að banna sem sagt að neita reyktan lax vegna þess að listería kemur upp í honum. Og svo má ekki gleyma því heldur að við erum þegar með ógerilsneyddra osta á markaðinum hér heima og seljast í miklu magni, og það parmigiano sem sagt og grana osturinn sem finnast í öllum stórmörkuðum. Svoleiðis að í dag ekki bara það að við höfum þegar ógerilsneydda osta á markaðinum að utan, en á meðan að íslenskir smáframleiðendur mega ekki fara þá leið, þá eru nágrannar okkar búin að opna fyrir þessu, hvort það sé í Noregi, hvort það sé í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku. Það hefur verið í nokkur ár. Og af hverju og hvernig eru þessir ógerilsneyddir ostar leyfilegir? Þeir eru það í Evrópu samkvæmt reglum og tilskipunum og EES, og það eftir þessa langa baráttu sem átt sér stað í byrjun aldarinnar, þá eiginlega sum lönd en fá sem banna ennþá notkun ógerilsneyddra mjólk í osta, og Ísland meðal þeirra og alveg gjörsamlega lokað. Þetta eingöngu heilbrigðismál? Ég tel að það sé ekki endilega það, vegna þess að heilbrigðismál var tilfellið í upphafi, fæðuöryggið, og við gleymum því aldrei, var að lögum að verja neytendur fyrir þessar skaðlegar bakteríur. En það leið og var komin eins konar einokun bara de facto á markaðinum að framleiða osta, þá var þetta eingöngu iðnaðar osta, og það fyrst núna nýlega sem farið að framleiða osta, sem sagt, annars staðar en undir hatt mjólkur sandsögunnar. Þetta hagsmunamál? Það getur verið það, og það það nú víðar í Evrópu, kannski mikið meira en hér, en það rök sem eru með og á móti. Og í Evrópu mikil áherslu lögð á hefðir, sem sagt, fyrir lok 18. aldar þá voru ostar framleiddir og hafa verið síðan alls staðar í lítlum búum og öllu mögulegu, og þessar hefðir sem hafa gefið okkur alveg hrikalega mikið úrval af ostum, það allt farið að gerilsneyða og henda þeim út, þá í rauninni menningararfur alveg fyrir bí líka. Eftirlitið í dag mikið betra heldur en var nokkuð tíma, og maður veit alveg á hverju verið að leita í sem sagt ostum, og svo dálítið mikið atriði, og þess vegna slóðfund líka inn í þessari baráttu, og það að gæðin á ógerilsneyddum ostum allt öðruvísi heldur en á gerilsneyddum. Og það kemur að því að mjólkin hefur með sér alla þessa góða gerla sem hafa mjög mikið að segja þetta. Og oft umræða bara takmörkuð við vantraust á að ostar geta verið góðir, þó að þeir séu úr ógerilsneyddri mjólk. Þó að. Og það þarf að hugsa aðeins lengra fram í tíma, og allir mjólkurfræðingar eru sammála því að eftir 3 mánuði í lager, sem sagt, ógerilsneyddur ostur laus við óæskilegar gerla,
og ef þeir eru þar inni þá þetta ekki svo stórt mál að mæla og horfa framhjá því og hreinsa og svo framvegis. Af hverju hefur Slow Food tekið upp baráttuna fyrir hrámjólkurafstað? Það einfaldlega vegna þess að við erum að færa okkur ótrúlega hratt og mikið inn í lítarlausan heim sem undir hatt fæðuöryggisins að verða bara geldur. Ég þekki svolítið stór orð, en plánetan okkar lifir í gegnum líffræðilega fjölbreytni og þegar maður talar osta, þá erum við að tala akkurat þetta mál. Það má alveg kannski segja að í osti eru 3 hráefni. Það mjólk, það hleypir og það salt. En hugsið ykkur, hvað eru margar tegundir í heiminum af ostum, það yfir 2000 tegundir, út frá þessum 3 hráefnum einum. Og það hefur verið gefið út manifesto eða yfirlýsing frá Slow Food að það sem stendur á glærunni, ég ætla ekki að þýða hana, en það gagnrýnt að við förum út í að sótthreinsa allt umhverfið okkar og náum ekki lengur að berjast við gerlana sem við gátum gert jafnvel áður fyrr. Og svo það spurning bragð og af þessum ostum sem hverfur í gerilsneyslu að mestu. Svo að Slow Food hefur byggt upp tengslanet frá 2017 sem framleiðendur af ostum í gegnum Evrópu eru tengdir saman og skiptast á reynslu, baráttu og allt mögulegt og meðal annars var eitt mjög þekkt dæmi af framleiðanda í Englandi sem var elsti framleiðandi af Stilton og hann var að skipta nafn á ostinum vegna þess að hann var að nota hrámjólk og það var ekki samþykkt í verndað vöruheiti Stilton, svoleiðis að Slow Food studdi mjög vel við bakið á honum. Og svo samkoma sem sagt á 2 ára fresti á Norður-Ítalíu og verður áfram, sem sagt slow cheese, það sem eru eingöngu alla borgina básar með ógerilsneyddum ostum. Og rétt eitt dæmi það, vernd vöruheita í Evrópu, það búið að gera samantekt hvað eru mörg af þessum ostum sem eru vernduð með PDO heitir það víst, og það 73% af ostum sem hafa fengið þessa vörn fyrir vöruheiti, þau leyfa að hafa ógerilsneydda mjólk og þetta töluvert hlutfall þegar maður sér líka að 39% krefjast þess að ostarnir séu úr ógerilsneyddri mjólk. En hverjir, vona þetta sjáist nógu vel, en hverjir eru með flestir osta sem hafa þessa vernd vöruheita og það kemur ekki á óvart að Ítalía, Frakkland og Spánn eru efstir í þessu, en þetta dreifist eftir það svolítið jafnt yfir alls staðar. Og svo hverjir eru með mesta stefnu á
mjólkurosta og það Portúgal sem trónar efst og sem sagt í hlutfalli af DPO vöruheiti sem sagt vernduð vöruheiti og svo fyrir neðan koma lönd sem kannski koma svolítið á óvart en svo Austurríki, Þýskaland, Slóvenía og þar fyrir neðan flest lönd og það eru 3 þarna sem eru neðst og það sem sagt hlutfallið af þeim sem hafa ekki kröfu hrámjólk. Og hverjir eru hræddastir við hrámjólk? Ísland ekkert á kortinu en það talið sem sagt hvaða lönd hafa mestar kröfur að ostarnir séu úr gerilsneyddri mjólk en ekki ógerilsneyddri og þarna kemur í ljós að Ítalía, Þýskaland, Spánn og Bretland og Grikland reyndar eru með mesta hlutfallið. Þannig að þetta fer látið saman að þeir báðir bæði eru löndin að krefjast eða opna fyrir hrámjólkurnotkun en eru líka í hinum endanum hræddastir við að nota hrámjólk. Fyrir smáframleiðendur notkun á ógerilsneyddri mjólk búið að vera lengi kröfu einmitt vegna þess að það verið að, ef maður tekur þetta frá lagalegu sjónarmiði, það verið að leyfa innflutning á ógerilsneyddum ostum eins og Parmigiano og Grana en af hverju mega smáframleiðendur ekki vera til jafns við þennan innflutning og framleiða. Nýsköpun nauðsynleg fyrir alla þessa framleiðendur og maður sér þetta mest akkúrat í dag í geitamjólkinni og Matís hefur gert skýrslu nýtingu afurða frá geitinni og þar kemur fram að skýrt að það nauðsynlegt að opna fyrir framleiðslu úr ógerilsneyddri mjólk einfaldlega líka vegna þess að tæknilega þetta mun viðkvæmara og sérstaklega á sumrin þegar framleiðslan hvað mest að framleiða úr gerilsneyddri mjólk og með fitumyndun sem óæskileg. Og nýtni afurðanna úr hvort það sé sauðfé eða geitum, hún kemur ekki til með að rústa framleiðslu ostaframleiðslu stóru aðilana á Íslandi, en hún kemur til með að hjálpa sem sagt bændur og smáframleiðendur að nýta betur afurðirnar í staðinn fyrir að bara horfa á geiturnar eða reka lömbin upp í fjöllin. Það ekki það langt síðan að fráfærur voru mjólkaðar og það var skýr sem kom út úr því, en það í nýja tíma mjög spennandi og mjög raunverulegur möguleiki. Og þessi hefð, hún hefur verið í lágmarki hér heima, en það aðeins að skapa hana eða endurskapa og þetta sem ég var að segja áðan, sem sagt að það eru bara þessi 3 hráefni sem eru notuð í ostagerð, gefur alveg fjöldan allan af mjög mismunandi afurðum og þetta verðum við að hafa í huga að við getum alveg notfært okkur þetta og það verður ekki mönnum til skaða á Íslandi. Þá held ég að ég sé búin með þetta. Takk hérlega fyrir það.
Kæra þakkir, Dominík. Ég held, Þóra, þú hérna ert næst. Þóra ætlar aðeins að segja frá þjónustu sem Matís getur veitt til þess að hérna styðja við mjólkurframleiðendur. Gjörðu svo vel, Þóra. Já, ég er að reyna að skipta glærur. Ég var með hennar Dominík, augnablik. Og þið getur svo sett ykkur þá í stellingar með að hérna, móta spurningar og athugasemdir svo við getum dempt okkur beint í hérna, umræður eftir kynningunnar Þóru. Já, þetta er að koma. Ætlaðir að vera í mynd, Þóra, líka? Jú, ég get gert það. Já, sjá, ég reyna að deila með ykkur hérna skjánum. Það er svolítið hægt kerfið. Hérna. Já, sjáu þið skjáin núna. Þetta er að gerast. Komið. Ok. Heyrðu, já, góðan daginn. Ég heiti Þóra Valsdóttir og ég ætla í stuttu máli að fara yfir þjónustu Matís og einkum þá varðandi mjólkurvörur. Matís vinnur í fjölbreyttum rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum með ýmsum aðilum, bæði stórum og smáum innlendum sem erlendum, samanber dæmin hér fyrir í dag. Og rannsóknarstofa Matís býður upp á örveru og efnarannsóknir á matvælum, vatni, hráefnum, lyfjum, fóðri og umhverfi sínum og hefur faggildi fyrir stóran hluta þeirra aðferða sem eru notaðar. Matís gengur gegnum mikilvægu hlutverki í að tryggja öryggi og heilnæmi matvæla og er tilnefnd sem tilvísunar rannsóknarstofa fyrir á 11 sviðum, þar á meðal að varðandi rannsóknir á listeríu og salmonellu. Og Matís getur veitt ráðgjöf, fræðslu og þjálfun á ýmsum svið matvælaframleiðslu og öryggis og getur til að mynda komið að þróun á uppskriftum eða vinnsluferlum, mælingum og útreikningum á næringargildi og uppsetningu og innra eftirliti og gæðahandbók. Og þá er Matís aðstaða til að gera prófanir og framleiða matvæli í smáum skala, svokölluð matasmiðja. Og loks má nefna að Matís hefur árabil gert neytendakannanir, rýnihópa og viðhorfskannanir til að meta viðhorf og viðbrögð neytenda til ýmissa matvæla, bæði nýrri og eldri matvara. Og við erum, eins og fram hefur komið, við erum víðsvegar landið og bjóðum ykkur velkomin til að líta við, hringi til okkar og kanna hvað við getum gert fyrir ykkur. Svo við hlökkum til að heyra í okkur og þá hefur lokið minni yfirferð. Já. Reyndís, þannig yfir til því. Frábært. Já, kæra þakkir, Þóra. Þá bara getum við hafið umræður. Ég gef orðið laust og hvet ykkur sem sagt til þess að rétta upp hönd eða bara kveða ykkur máls og endilega setið ykkur í mynd og kynnið ykkur. Þannig að hver vill ríða á vaðið? Ég var nú með eina spurningu. Ég mætti spyrja, mig langaði að beina henni til Dominík. Veit hún til þess að hafa orðið einhver dæmi matareitranir eða sýkingar í tengslu við þessa ógerlistu dosta? Eins og við getum séð fyrir okkur eins og svona hátíð eins og Ítalíu og svo framvegis. Hvort það verið mikið svolítið vandræði. Já, ég átti alveg von á að fá svona spurningar einstaklega og ætlaði kannski að segja þetta í textanum, það kemur alltaf af og til, sýking og kannski aðalega listeríu sýking sem er alvarlegust, en
það má líka alveg segja að hún kemur eiginlega, jafnvel, hún kemur í ostum úr ógerilsneyddri mjólk en líka í ostum sem eru gerðir úr gerilsneyddri mjólk vegna þess að listerían ekki sjálfsprotin í mjólkinni. Hún finnur sitt umhverfi þar, þannig að ef hún kemst að, þá verður sýking, en hún ekkert að fyrirbræði endilega í ógerilsneyddri mjólk. Þannig að í raun og veru þá getum við sagt að það ekkert frekar heldur en í öðrum matvælum. Það var. Er það ekki eða svona bottom line, getum við sagt? Jú. Það var alveg tilfelli, en við þekkjum þetta bara hér að þessi tilfelli sem hafa komið í laxinum til dæmis eða gráu og svona, þau hafa verið mjög alvarleg. Og ég man eftir 2 tilfellum í Frakklandi, annað hjá president mjólkur samsteypuna og hitt hjá meðalstór smáframleiðandi má kalla. En til dæmis á Ítalíu, það koma 250.000 manns á slow cheese í Bra. Borgin öll að undirlög og það eru eingöngu ógerilsneyddir ostar. Það hefur aldrei komið upp neitt tilfelli í mörg ár. Þetta besta dæmið. Gaman að heyra. Já, takk fyrir. Svo hefur Sæunn hún með upprétta hendi. Gjörðu svo vel. Nú vill ekki koma á mig, kem ég í mynd, fyrirgefið þið. Mér finnst ég alltaf vera á miðilsfundi þegar fólk ekki með myndir á sér og spái oft í því hvort það geti verið að þetta sé útsendingarnar vegna. Fyrirgefið ég skuli vera með svona gagnrýni. Gaman að sjá ykkur, ég í Austurlandum og bóndi og mikið búin að spá í því gegnum árin. Fyrst að ég í aðstöðu að ræða það að bændur almennt yfir landið í bæði mjólk og kannski núna í sauðum að hella niður öllum þessum broddi og hvort það sé einhver leið, af því ég heyri nú að það áhuga manneskju um slow food, hvort það sé einhver leið að koma þessara afurð á markað og hvort að það sé eitthvað út af þessari listeríu og út af þessari umræðu berkla og annað slíkt. Við hafum alltaf sagt að það megi ekki selja þetta út af berklum og eins líka bara nýmjólk og tanki. Ef öll önnur aðstæða í lagi og maður geti mögulega bara rannsakað þetta sjálfur, hvort að þetta sé alveg ómögulegt dæmi og hvað gestum þessara fundar finnst að ég ferðast erlendis reglulega, ég get keypt mér í Þýskalandi mjólk sem ógerilsneydd. Af hverju þetta ekki hægt á Íslandi? Og hvort það sé ykkur þarna á fundinum sem geti svarað fyrir því, hvort það sé ykkur eitthvað vitað hversu margir lítrar áætlað á ári þessar afurðir bænda sem að fara bara í súginn. Kærar þakkir. Takk. Einhver sem vill svara? Vilt þú svara, Dominík, eða einhver annar? Já, ég ætla kannski að byrja einmitt að svara, því að Sæunn nefndi slow food og broddur akkurat afurð sem gjörsamlega vannýtt og sennilega það vannýtt vegna þess að það tilheyrir fyrir kynslóðum frekar en hitt vegna þess að það kemur líka inn á það sem hún var að nefna að hér ekki leyfilegt að veita hrámjólkbind úr tangnum sem sagt á bænum fyrir gesti og gangandi. Í öðrum Norðurlöndum leyfilegt að nota 70 lítra af eigin framleiðslu til að hafa og servera sem sagt á heimaslóðum. Og ef það væri þó bara þetta sem væri leyfilegt, þá myndi kannski menn hætta að segja, að þurfa að segja að mjólkin nú ekki hættuleg, sjáið þið, allir bændur drekka sína eigin mjólk og drekkast ekki. Svoleiðis að
þetta var mjög góð punktur með brotin og það eitt sem Slow Food ætlar að taka upp og vinna í sambandi það sem við kallum bragðörkina og reyna að fá hana sem sagt meira á framfæri. Takk. Anna María, þú hefur verið svo vel. Já, sæl veriði, heyrið í mér. Já. Ég var að kveikja myndavélinni. Ég vona hún sé að komin. Já. Ég Anna María Flyðring, formaður Geitfjáræktarfélagsins og við Dominik erum náttúrulega búin að vera í heilmiklu sambandi og mig langar að byrja á að þakka henni alveg sérstaklega fyrir hennar áhuga og hennar einstöku bara dugnað og ákefð í þessu máli því að þetta varðar geitin alveg sérstaklega mikið. Eins og þið hafið heyrt og mikið hefur verið fjallað þá hún í útrýmingarhættu og mun verða enn sinn. Stofninn þarf að minnstakosti tvöfaldast, ef ekki meira, til þess að hann fari úr þeirri hættu. Og eitt af þessu að við erum komið með Slow Food á hjálparvagnin, því að það mun hafa veruleg áhrif til að auka okkar sýnileika og virðingu, að komast undir handarjaðarinn á þessum frábæru samtökum. Og svo annað, ég líka kúabóndi. Ég búin að búa með kýr í 40 ár og öll þau ár höfum við alltaf drukkið mjólkina okkar beint úr tankinum. Öll okkar börn og barnabörn hafa gert það sama og allir okkar gestir og ég vissi nú ekki neina 70 lítra reglu eða ef ekki heyrt að það væri ekki leyfilegt að nota hana til eiginnota og magaveiki hefur ekki verið hér neitt meiri eða verri en annars staðar og ég veit ekki til þess að neitt veikst. Þannig að ég held að við náttúrulega nýtum mjólkina nýja og kalda og þetta með broddinn það eitt af því sem ég reyndi líka tíma að það var að nýta broddinn og fá leyfi til að selja en svo var það allt of mikla kröfur og ég hætti því. Núna fær bara kálfurinn það sem hann þarf og svo hinu hellt niður. Og þetta algjör synd. Og ekki fleiri í bili takk, en frábær fundur og frábær ég nú aðeins kynst starfinu hjá okkur í Matís og við þurfum að gera meira í rannsóknum á bæði geitamjólk og fleiru. Takk fyrir. Takk fyrir Anna María og góð hvatning. Takk. Dagný, ég held hleypi þér að svona síðastrif, náum þér inn, þannig við sláum botnin í þetta. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég eiginlega verðandi kúabóndi, ég svona komið mér inn í búið hjá Tengdó og bara mikil áhugakona. Mér langaði bara að spyrja með ógerilsneydd ostin, hvort þetta sé ekki komið eitthvað að stað, með þessi umræða búin að vera svo lengi og hversu langt það komið með að lögleiða þetta, ef það komið eitthvað af stað. Takk. Ég ætla að svara þessu snöggvast líka. Það staðfest skriflega að það engin áætlun hjá ráðuneytinu að breyta löggjöfinni að hrámjólk og hrámjólkur ostar séu bannaðir. Í framleiðslu, nota bene. Svoleiðis að við verðum þess vegna vildi ég koma fram í dag og heyra alla sem ekki frá ykkur öllum og þetta mál sem verða að fara ekki varlega, það verður að fara inn í það alveg af fullum krafti og vinna bara með varkárni gagnvart yfirvöldunum en ákveðinni. Og Matís mun auðvitað vera bakhljátt með alla þessar rannsóknir sem hafa verið gerðar, þannig að þetta ekki einhver tísku fyrirbæri sem einhver samtök út í heim sem heita Slow Food ekki einu sinni íslensku nafni hafa tekið upp og komið með á borð landsmanna.
Heyrðu, það eru 2 sem að vilja koma með spurningar athugasemdir viðbót. Ég held ég leyfi ykkur örstutt að koma með eitthvað, Róbert Freyr og svo Bjarni Ragnar. Við erum komið fram yfir þennan hefðbundna tíma en örstutt, gjörðu þið svo vel, Róbert. Þú ert mjútaður. Mér langar að spyrja með laktósan. Þegar laktósin þegar þetta er laktósfrítt og það misast út fyrir laktósa, þetta næringargildin eitthvað niður og hvernig best að, hvernig gert þetta laktósfrítt? Hann talaði eitthvað, ég skráði það hjá mér. Það erfitt, þarf eitthvað nákvæmlega ger til þess að gera hann laktósafrían. Eitthvað sem að, skaðast við næringargildi hjá missunum sem slíkri? Viggo, ég held að Viggo hafi, verið að tala um þetta. Ég þekki ekki nú alveg þannig fer ekki, þekki bara örfræði utan. Já, ok. Kannski ekki besti maður en þú getur náttúrulega nota örveru sem taka laktósun og eyða laktósun, já. Já, ok, þannig að, ok. Ég bara spá hvort það missan myndi þá vera með sömu næringargildi ennþá. Já. Það ætti ekki að breyta neina. Ok. Frábært. Og Bjarni Ragnar? Já, takk. Ég vil bara nota tækifærið og þakka fyrir mjög fróðlegan og áhugaverðan fund. Skjóta inn svarið til Róberts. Það er hverfandi breyting á næringargildum misu þó svo að laktósunum hann sé klofinn í 2 einsykrur. Það breytir voða litlu hvort sem það er gert með gerlum eða með efnahvata. Eina sem ég ætlaði að skjóta inn að Viggo Þór, það er orðið mjög mikil breyting á notkun á misu og nær engri misu er hent í mjólkuriðnaði í dag. Bara svo það sé tekið inn. Ok, það er frétti fyrir mig. Já. Hvað sagðirðu? Það er nær engri misu hent í dag í mjólkuriðnaði. Misun er safnað saman og hún er flutt á Sauðárkrók og úr henni er unnið prótein þar og það er að hefjast áfengisframleiðsla úr mjólkursykrunum. Þannig það verður vatn sem fer frá vinnslunni. Það má ég nefna, það er verið að hefja áfengisframleiðslu og það er nú verið í ansi mörg ár sem það hefur verið að hefjast. Ég veit, eru þið byrjaðir að framleiða áfengi úr þessu? Ég sagði að það væri að hefjast, ekki að væri hafið. Já, einmitt það er búið að vera þannig í nokkur ár, þannig að ég er svolítið hissa. Svo má líka nefna það er skýrmísa sem kemur hérna sunnanlands. Hvað er gert við hann, veistu hvað er það? Að því ég best veit þá er hún henni farið með hann á Sauðárkrók líka. Ok. Ég veit ekki annað. En mísan sem er notað í sæðslu. Ég veit ekki hvort ég á að svara meiru fyrst þú rengir upplýsingar frá mér, en láta ég rengi ekki upplýsingar höfður, ég er bara mjög hissa vegna þess að þið eru búin að koma fram. Ert þú ekki á Sauðárkrók? Ég bara er ekki alveg klár. Nei, ég er í Mjólkursamsölunni í Reykjavík. Ok. En ég held ekki að taka þá umræðu annar staðar. Já. Og Anna María Friðring benti á, hún hefði neytt hrámjólkur áratugi og það held ég að flest allir kúabændur landsins gera og ég tek undir það með henni að ég hef aldrei heyrt að kúabændum sé bannað að neyta eigin mjólkur. Aldrei nokkuð tímann. En eins og takk kærlega fyrir mjög áhugaverðan og fræðandi fund og vona að þeir verði fleiri slíkir í framtíðinni. Takk. Takk, það er einhver hundur geltandi. Já, nefnir. Jóhanna, ég ætla að hleypa þér að. Ég held að þú sett allra síðust. Já, góðan daginn, takk fyrir fundin. Mér langar bara saman við geitamjólkina að það kemur hvergi fram þegar umræðan mjólk að nú er þrefalt meira magn af laktóferíni sem er bakteríuhæmmandi efni í mjólk. Það er þrefalt meira magn af því í geitamjólk. Þannig í rauninni ætti að vera mun einfaldara og er náttúrulega mun fleiri löndum sem er leyfilegt að fara til bónda og kaupa ógerilsneyddar geitamjólk. Einfaldara vegna þess að það er miklu auðveldara að halda henni ferskri. Og þetta er eitt af því sem mér langar að sé meira tekið tillit til þetta efni. Því það skiptir töluverðu máli í því að vera með ógerilsneyddar mjólk. Það var nú ekki annað. Bara takk kærlega fyrir góðan fund. Takk. Þetta vissi ég ekki. Heyrðu, en ég held að við sláum botninn í þetta. Það eru aðrir fundir sem að bíða og
ég sé að það nóg efni fyrir okkur til þess að halda áfram þessum umræðum á öðrum vettvangi og ég held við tökum það til okkur að það áhugi og þörf fyrir meiri umræður á þessum vettvangi. Þannig að ég bara þakka öllum sem að komin á fundin í dag, þeir sem voru með erindi og framsögu og tóku þátt í umræðinni. Þannig ég bara þakka kærlega fyrir og segi verið sæl. Takk og bless. Bless. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir.